Já, nei, pass. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og Strákarnir okkar. Já, þetta er ekki bara menn glaðir með þetta. Fyrsti sigurinn er komin í hús og 14 mörk í pluss og allir glaðir. Jú, ég held að þetta var erfitt að spila á svona lið og eins og örugglega allir aðrir eru búin að tala um þetta við. 2 stig og bara léttir aðeins fyrir sálina að fá 2 punkta og við getum bara gengið nokkuð svo að við vorum borðið þetta. Það var svolítið talað um alltaf bara fyrir þennan leik að við værum bara betri og þetta væri bara skildu sigur og annað. Við bara sýndum það en samt alltaf fyrsti sigurinn lítur að vera léttir. Það er sama móti hvernig það er. Já, það er hárrétt hjá þér og við ætlum bara að nálgast þennan leik með fara ekki við neitt vannmat inn í hann eða neitt svoleiðis. Eins og þú sagðir, við vissum og vitum að við erum betri í handbolta en þeir en hvert mark telur og þess vegna reyndum við að vinna sem stærst og ég vona að þetta muni hjálpa okkur eitthvað. Erfitt að spila á móti þeim, þannig fannst svona þeir vera bara svona svolítið ruddar svona á tímabili. Já, manni fannst stundum eins og þeir hafa ekki alveg tilfinningar fyrir hvernig þeir að spila leikinn sko, þeir að keyra undir manni í svona skotum og svona en þú veist, það er bara eðlilegt, ég meina þeir eru með sinn stíl og við erum okkur stíl og við erum bara, getum verið sátti hvernig við tæklum það, mótlæti og svona. Þið skiptið þessu svona nokkuð neginn millingar þú og Guðjón. Hlýtur bara að vera sáttur með þinn spilatíma og hvernig þú komst frá þessu? Já, ég meina alltaf gaman að spila og ég fekk að spila mútið Slóveníu og á 30 mínútur í dag og þetta er bara mitt fyrsta stórmót á vonandi morgun og ég er bara til þess að gefa allt mitt og vonandi hjálpar að liðin eitthvað. Hefði ekki verið svona gaman að vera markaherri heldur en við liðin úr þessum leik? Nei, ég er ekki spáð í því, hann er fyrsti maður til þess að gefa manni fæði þegar mann skorar og ég gera sama fyrir hann, skilur við erum bara aðstókan þannig, við erum í sama liðinu, þannig ég er ekkert spáð í því. Næsti leikur, Makedónía, það verður aðeins erfiður. Það er bara allt undir og við ætlum bara að fara í þann leik til þess að vinna og við þurfum bara gjörsamlega að eiga toppleik og skilja allt eftir á gólfinu og við náum fram toppframistöðu. Löguðu margt í ykkar leik í dag? Já, kannski erfitt að segja til það, ég meina þeir spila framlíkjandi 3-3 og svo kannski allt í þetta enn í 6-0, það er eitthvað sem við erum ekki vanað að spila móti þannig að við lögum eitthvað en við lögum það allan að við fengum 2 stig. Takk fyrir það. Takk.